nú finnst mér ég er komin með svona einhvern veginn klopning af einhverjum framsóknarkonum sem eru bara að fara aftur til fornaldar með einhver viðhorf það að konur eigi að nýta betur sín bestu frjósemisár. Og ég velti fyrir mér að konur sem tala svona hversu mikla reynslu þær hafa til dæmis af því að vera ung kona með börn. Ég bara kasta þessu út af því að fyrir mér er þetta svona. Það var tekin, og það eru ekkert bara rauðsukur sem að börðust fyrir jafnrétti sem að eru einstakt á Íslandi á heimsvísu. Við erum besta land til þess að búa fyrir konur til þess að búa í heiminum og það er bara blóður slagur og blóðsveitur tár sem að ekki bara rauðsukur tóku sko. Það er bara sjálfstæðiskonur voru mjög framalega í þessari baráttu meðal annars þegar kemur að fæðingarorlofsréttindum og auðvitað að vera mikla fyrirmyndir í stjórnmálum og annað. Það er búið að berast fyrir þessum réttindum fyrir okkur og þannig hafa meðal annars með því að tryggja dagvistun barna og fæðingarorlofsréttindi og annað. Og þetta hefur verið mikið í hugarefni kvenna síðustu áratugi og við höfum náð ákveðnum stað. En hvað hefur síðan klikkað? Hvað hefur síðan gerst? Ég held að við ættum að tala meir um það hvernig samfélag hefur breyst og þróast að öðru leyti. Og þetta nú ég er ekki félagsfræðingur, ég er ekki með einhverjar rætur í félagsfræðideild Háskóla Íslands. Þetta er ekki vísindaleg athugun. Þetta er bara svona spekulasjónir íhaldskonu sko, sem er bara ungkona á barneignaraldri og fullt af vinkonum sem eru í alls konar bumbuhópum sko, og mömmuhópum. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein pæling á pardus.is/einpæling.